Orð Guðs talar til þess manns sem tekur stöðu syndarans við fætur drottins dapurlítur. Enga málsbót á hann sér en inn í helgidóminn fer að biðja náð og blessun hlýtur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Í Jesú nafni. Amen. Ég les úr sælubúðun úr fjallræðu Jesú. Þegar Jesús sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra himnaríki. Komiði sæl og blessuð. Þannig hljómar gömul kveðja okkar og á rætur í þessari ræðu Jesú. Við blessum hvert annað og megum til að halda fast í þessa kveðju, þessa góðu kveðju. Það gott að vera sæll og að vera sæl. Þess óskum við hvert öðru með kveðjunni góðu. Það hverfist lífið. Það ekki okkar dýpsta þrá? Ég ætla í þessum hugvekjum að dvelja við ræður Jesú í Matthúsarguðspjalli. Auk þess ætla ég að bregða upp myndum, ýmsum listaverkum og myndum til þess að dvelja hugan við, þannig að orðið að það fá að lifa með okkur. Ræður Jesú í Matthúsarguðspjalli eru 5. Mislangar, en slá á ákveðna þemu eða strengi, getum við sagt. Fyrsta ræðan fjallar bæn og tilbeiðslu. Við tökum niður á 4 stöðum í fjallaræðinu næstu daga. Ef við lítum af sjónarhóli trúar á lífið, blasa við okkur 2 sterkar tilfinningar. Það undrun og þakklæti. Undrun og þakklæti. Jesús settist niður og lærisveinarnir í kringum hann og mannfjöldinn sat í hlíðum fjallsins. Þetta var venjulegt fólk eins og þú og ég. Tilheyrði ólíkum hópum samfélagsins. Sumir voru vafalaust glaðir, aðrir báru sínar byrðar og sorg, eins og gengur. Ræðan skrítin. Jesús lýsir áherendur sína sæla. Þess vegna talað sæluboðun. Hann segir við þig og við mig: þú ert sæll, þú ert sæl. Hvað veit hann það? Gæti einhver spurt. Jú, hann veit hvað býr innra með okkur, í hjarta okkar. Jesús lýsir okkur sæl vegna þess að við erum Guðs börn, sem hann hefur skapað og lofar að vera með. Sæla sú ekki byggð á því sem við gerum eða komum í verk, heldur vegna þess að í miðjum hópnum Guð með okkur í Jesú, sem lýsir okkur sæl. Þess vegna getur hann sagt að fátækir eru sælir, syrgjendur, þau sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu.
jafnvel ofsóttir. Þetta hljómar eins og öfugmæli, en það breytist ef þú tekur eftir því hver talar þessi undursamlegu orð. Hver það sem lýsir þig sælan eða sæla. Guð að taka sér stöðu með öllu þessu fólki. Guð með. Við skulum biðja saman. Les fyrir okkur bæn, keltneska bæn, sem setur okkur inn í þessar aðstæður á sérstakan hátt. Blessa mér, ó Guð, þá jörð sem ég geng á. Blessa mér, ó Guð, þann veg sem ég feta. Blessa mér, ó Guð, það fólk sem ég mæti, í dag, í kvöld og á morgun. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góðan dag. Orðsins þjónar þykja náð, Satan sækir að þeim bráð, við fætur drottins far.